Góða kvöldi og verið velkomin í Guðsþjónustu í Lindakirkju. Í dag æskulýðsdagur þjóðkirkjunnar og af því tilefni fáum hana Heiðrúnu Lóu Jónsdóttur sem í unglingagospelkór Lindakirkju til að koma hérna og syngja fyrir okkur eftir. En það að sjálfsögðu kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar sem leiðir söngin í kvöld. En þið takið endilega undir þegar við á, segi ég. En vers dagsins úr Rómverjabréfinu og hljóðar svo. En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. Við skulum hefja stundina við að signa okkur og biðja saman upphafsbæn sem Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapar minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð, iðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það á Guð fyrir Jesú Krist. Amen.
Drottinn miskunnað oss. Kristur miskunnað oss. Drottinn miskunnað oss. Ég vil gjarna standa bara og syngja með okkur. Syngjum ekki dýrasöngin í dag. Fyrri ritningalestur dagsins úr annarri Mósebók. Móse sagði við Drottinn: Þú sagðir við mig, leittu þetta fólk upp eftir. En þú hefur ekki sagt mér hvern þú ætlar að senda með mér. Samt sagði þú sjálfur: Ég þekki þig með nafni og þú hefur fundið náð fyrir augum mínum. Hafi ég nú fundið náð fyrir augum þínum, skýrðu mér þá frá vegum þínum, svo ég megi þekkja þig og hljóta náð fyrir augum þínum. Minnstu þess að þetta fólk þjóð þín. Drottinn svaraði: Augliti mitt mun fara með þér og ég mun veita þér hvíld. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Og síðari ritningalesturinn úr Hebreabréfinu. Á dögum jarðvistar sinnar bar Jesús með sárum andvörpum og tárum bænir fram fyrir þann sem megnaði að frelsa hann frá dauða. Og hann var bænheyrður sækir trúar sinnar. Þótt hann væri sonur Guðs, lærði hann að hlýða með því að þjást. Þegar hann hafði fullnað allt, varð hann öllum sem honum fylgja, sá sem gefur eilíft hjálpræði. Af Guði nefndur æðsti prestur að hætti Melkisedeks. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Þá ætlar hún Kitty að syngja einsöng.
Moses, take the rod in your hand, stretch it forth and walk on dry land. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. This is my prayer today. Use anything, Lord, you can use me. Take my hands and my feet, Lord. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart. Touch my heart, Lord, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. And I remember a story. I remember it well. You took a shepherd boy, David, with a sling in his hand. You took a rock and a sling in his hand. He flung the rock and the giant fell dead. If you can use anything, use me. Take my hand, and my feet, touch my heart, you can use anything, Lord, you can use me. Every hour, every day, Lord. Use anything, Lord, you can use me. Oh, take my weary hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. I am willing to be used. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Every hour, every day, Lord. If you can use anything, Lord, can use Dásamlegt. Þetta lag er svo fallegt, þetta er bara bæn sem við getum öll beðið líka bara að leyfa Guð að nota okkur til góðra verka. Ég vil beða ykkur að afsaka þetta ráp á mér, ég er bara ennþá svo kvefið og ég fæ svona hósta sem ég ræði ekki við. Þannig að ég verð kannski eitthvað hérna á ferðinni. Hérna, hvert erum við komin? Er það Guðspjall? Þið með rísa á fætur þeir sem er auðvelt með það. Óþægileg birtan hérna. Þeir komu til Jeríkó og þegar Jesús fór út úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa: Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér.
Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir: Sonur Davíðs, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði: Kallið á hann. Þeir kalla á blindamannin og segja við hann: Vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Blindi maðurinn kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Og Jesús spurði hann: Hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum: Rabbúní, að ég fái aftur sjón. Jesús sagði við hann: Far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafn skjótt fékk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og við stöndum áfram og játum trún okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprissu mannsins og eilíft líf. Amen. Nú örvænting svo algeng, rótt og vafi fyllir hug. Engan betri á ég grundvöll, ég á trú, ég á trú. Kynslóð okkar svo brotin, þótt allt sé dimmt þú gefur sjón. Aðeins getur eitt mig frelsað, ég á trú, ég á trú. Ég á trú á Guð sem Föður, ég á trú á Jesú Krist, ég á trú á helgan anda, hann sem gefur mér nýtt líf. Já, ég trú að hann dó á krossi, já, ég trú að hann dauðan vann, já, ég trú að hann reis frá dauðum og hann kemur brátt á ný. Ég á trú. Því sem mín trú bara söngur, segum meir en orðin tóm. Þótt ekki að mér eitt og frelst í, ég á trú. Sem gefur mér nýtt líf.
gefur mér nýtt líf. Já, ég trúi á dó og krossi. Já, ég trúi á dauðan mann. Já, ég trúi að hann rís úr dauðum og hann kemur brátt á líf. Hann kemur brátt á líf. Ég á trú. Ég á trú. Þetta var hann Siggi Ingimars sem söng fyrir okkur, svona fallega. En lási með okkur öllum á friður frá Guði Föður og drottni Jesú Kristi. Í dag í Guðspjallinu þá fylgdist við með Jesú á ferðalagi. Hann var leiðinn út úr Jerikó, umkringdur fólki, lærisveinum og hávaða. Og í þessu mannfjölda situr einn maður sem enginn virðist taka eftir. Bartimeus, blindur betlari. Og hann hefur líklega setið þarna dag eftir dag, ósýnilegur í augum margra. Vanur því að fólk labbi framhjá. En Bartimeus heyrir eitthvað sem breytir öllu. Hann heyrir að Jesús er að koma. Og hann gerir það sem enginn bjóst við. Hann hrópar. Ekki kurteislega og ekki varfærnislega, heldur af öllum mætti. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Og hugsið ykkur hugrekkið. Þegar Bartimeus hann hafði ekkert að styðjast við nema röddina sína. Hann sá ekki Jesú og hann vissi ekki hvort það myndi stoppa. En hann hrópaði samt. Hann þorði að trúa því að Jesús gæti breytt líf hans. Og stundum erum við eins og Bartimeus. Við sjáum kannski ekki alltaf hvert við eigum að fara eða hvernig hlutinni munu leysast hjá okkur. Og við finnum kannski fyrir óöryggi, kvíða eða upplifum jafnvel að við séum ósýnileg. En Bartimeus minnir okkur á að hugrekki er ekki að hafa allt á hreinu, heldur að þora að kalla á hjálp, þora að treysta, þora að segja Jesús, vertu með mér. Þegar Bartimeus hrópar þá bregst fólki illa við og segir honum að þegja, að þau vilja halda áfram, halda friðinn og örugglega hafa Jesú út af fyrir sig. En Jesús stoppar, því að hann heyrir rödd sem aðri vildu þagga niður. Jesús sér mann sem aðri vildu ganga framhjá. Og Jesús segir þeim að kalla á hann. Og þetta er kjarni Guðspjallsins. Jesús kallar á þann sem er á jaðrinum. Jesús sér þann sem enginn annar sér eða tekur eftir. Og Jesús segir, þú ert mikilvægur. Þú mátt koma. Og í kirkjunni þá eigum við að endurtaka þessi orði Jesú. Komdu. Komdu með spurningana þínar. Komdu með efasemdina þínar. Komdu með gleðina þína og sársökun. Komdu eins og þú ert. Þegar Bartimeus stendur frammi fyrir Jesú, spyr Jesús, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Ég ætla að stoppa þess, ég ætla að taka smá pásu.
Ok. Já, Jesús þykist ekkert vita. Hann gefur Bartimeus rými til að tala fyrir sjálfan sig. Hann tekur hann alvarlega og hann virðir reisn hans. Bartimeus svarar Rabbúni að ég fái aftur sjón. Og Jesús segir, far þú, trú þín hefur bjargað þér. Og þetta er ekki bara saga sjón. Þetta er saga að fá lífið aftur. Að fá von, að fá framtíð. Að fá að standa á fætur og ganga af stað. En hvað þýðir þetta fyrir okkur í dag? Sko, Bartimeus er fyrirmynd fyrir okkur öll. En sérstaklega fyrir unga fólkið í kirkjunni í dag. Hann kennir okkur að þora að kalla á Guð. Jafnvel þó aðrir skilji það ekki. Og hann kennir okkur að Guð heyri röddina sem engin annar hlustar á. Og hann kennir okkur að okkur er öllum boðið að koma, sama hver stað okkar er. Og hann kennir okkur að trú er ekki fullkomin vissa, heldur skref í átt að framtíð sem við sjáum ekki enn. Og Jesús kennir okkur líka að enginn er of lítill, of ómerkilegur, of langt í burtu til að hann stoppi og segi komdu. Á æskulistaginn minnumst við þess að Jesús kallar sérstaklega unga fólkið. Hann segir, ég sé þig, ég heyri í þér, ég þarf á þér að halda. Og kirkjan er ekki byggð á fullkomnu fólki. Hún er byggð á fólki eins og Bartimeusi, fólki sem hrópar, leitar, spyr og treystir, bara fólki eins og okkur. Og Guðspjallir enda á þeim orðum að Bartimeus fékk sjónina og fylgdi Jesú. Og það er líka okkar boð að fylgja Jesú. Og megum við öll heyra þessi orð Jesú í dag, komdu. Og megum við öll svara eins og Bartimeus, ég kem. Dýrsi Guði föður og syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi er og verður aldir alda. Amen. Og þá fáum við að heyra í henni Heiðrúnu Lóu sem ætlar að syngja fyrir okkur lagið Staðföst trúum því. Við vonum Dís að þú náðir þér fljótt. Þetta er vant að vera með hósta með fulla kirkju af fólki en þú stendur þig vel. Hún Heiðrún Lóa, ég er búin að spila með henni í nokkur ár í unglingagospelkórnum og barnakórnum þar á undan minnum eða það ekki, það varstu kannski ekki þar í barnakórnum, þú varst í unglingakórnum. Já. Og ég held hún sé, þetta ekki 17 ára? Hún er 17 ára gömul og óbáslega dugleg og ég held hún í mætinga met hérna í kirkjunni, hún mæti einhvern einasta sundag nema einhver annar bjóði sér fram. Þannig að það er gaman að hafa hana hér upp á pallinu með okkur að syngja. Þetta er lag sem Sísi Vænas fekk Grammibellunin fyrir. Hér kemur hún Heiðrún með þetta. Þau segja fjöllin bifist ein, mannlegir hlekkir
Algjörlega frábær og þú átt sannarlega framtíðina fyrir þér. Svo aldrei að vita nema þú fari einhvern tímann fyrir hönd Lindakirkju í Eurovision. Að við erum að safna Eurovision-stjörnum, komið þá nokkrar, það ekki? Fáum að heyra í 2 þeirra í kvöld. Heyrðu, nú komið að bænastund hjá okkur og við höfum þann háttin á að við eigum bara að hljóða stund í sætunum okkar, berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla í hljóðri bæn á meðan Kórinn og María Ólafs syngja falleglega fyrir okkur. Svo vil ég líka benda bænaaltari sem hérna til hliðar. Það hægt að kveikja á kertum fyrir bænaefnum eða skrifa bænarefni á miða og stinga í raufina á altarinu. Svo beðið fyrir öllum bænarefnunum á 50. morgnum. Þú lítur þú til mín
syngið með okkur. Syngið saman, þig vil ég lofa. Það vantar ekki hæfileikana hérna í Lindakirkju, en við skulum biðja saman. Og Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir að þú ert alltaf með okkur og þú heyrir bænir okkar. Ég bið að mæta okkur hverju og einu á þann hátt sem við þurfum. Viltu koma með lækningu þangað sem hennar þörf? Viltu koma með huggun þar sem hennar þörf, Drottinn? Viltu koma með von? Viltu koma með hugrekki? Viltu bara koma með það sem við þurfum frá þér, Drottinn minn. Við vil líka biðja fyrir öllum bænaröfnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju. Biðjum fyrir þeim sem eru einmana, þeim sem eru sjúkir, þeim sem glíma við fjárhagsáhyggjur eða hvað annað sem það er, Drottinn. Þú þekkir það. Og allar bænir okkar fylgum við bænir sem Drottinn kendi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgið þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá fer nú að líða loku hjá okkur, en þið með rísa fætur og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásýn lýsa yfir þig og sé þér náðugur, og Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessa nafni. Amen. Og þið megi alveg til ykkur aftur. Er næst fermingabarnamessa? Næst er fermingabarnamessa. Síðasta. Og þá verður stuð. Hvað meira? Nei, ok. Nóg í bili. En þið megi sitja eða standa, nú ætlar hún Diljá, er það ekki? Að enda með ykkur að neglu. Ha? I've got so much to thank God for. So many wonderful blessings and so many open doors. I'm ready, new mercy, love with each new day. That's why I praise you, and for this I give you praise. For waking me up this morning, I praise you. For sending me on my way.
Hvað getur maður sagt? Maður bara orðlaus. En mér langar sérstaklega að bara þakka öllum einsöngurunum fyrir í kvöld. Þetta er búið að vera stórkostlegt, bara eins og á tónleikum. Mér finnst bara svindla við fáum að vera hérna ókeypis. En ef ekki að gefa þeim gott klapp. Og þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ég kveð ykkur eins og venjulega með þessum orðum: förum í friði og þjónum drottni með gleði.